hér í kvöld, drottinn minn, sem að þekkir þig ekki, kannski bara þekkir þig afspurn og þess nýrðu hér í kvöld. Þá bið ég bara, drottinn, þú með sérstaklega snerta við þeim hér í kvöld. Og í lofgjörunni, þar sem þú dvelur, drottinn, opnaðu hjarta okkar, drottinn, til þess að taka móti því orði sem þú hefur lagt á hjarta þráins fyrir þetta kvöld í kvöld, drottinn. Við elskum þig og við þráum þetta líft þínu nafni. Megum við fókusir á þig, drottinn, núna 100%. Og megum við gera það alla daga, ekki bara á mánudagskvöldum, ekki bara þegar við förum í kirkjun okkar, heldur alla daga, drottinn. Megum við gera þig kunnan, drottinn, ekki veitir af í þessum heimi sem við lifum í þetta, drottinn, að þinn kærleikur elska fá að flæða og vera það frelsi sem við þurfum á að halda í Jesú nafni. Amen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Svo gott að biðja. En Guð hér til þess að mæta þér. Við ætlum að halda fram og lofa Guð, en við ætlum að taka samskot. Guð elskar glaðan gjafara. Gott að gefa inn í Guðs ríkið og hjálpa okkur til þess að geta haldið þessu gangandi. Það er það sem við þráum að gera. Við vorum ekki alveg vissir þegar við byrjuðum fyrir einhverjum, 14 ára, 13. 14 ára verða. Það getur það verið? Halleluja. Amen. Þið er yndislegar, en Guð elskar glaðan gjafara. Það er bós aftast, við látum fötuna ganga og tökum þátt í þessu. Guð blessi ykkur, hann þráir ætlar að tala til ykkur eftir. Við erum gríðarlega þakklátt fyrir það. Við erum væntandi að Guð muni tala inn í þitt líf hér í kvöld í Jesú nafni. Hugsa út í það, það ótrúlega margt sem við getum verið þakklátt fyrir. Ég man að þegar ég var að byrja þessa göngu með Jesú og þessa göngu bara að vera bara á lífi, bara að finna fyrir lífinu og bara tilgangnum að vera til, koma upp úr öskunni, þá átti ég oft samt sem áður mjög erfitt með að finna einhvern hlut til að vera sáttur við. Ég var fastur í svona, það var ekkert nóg gott og eitthvað. Og ég man að þegar þetta allt breyttist inn í mér þegar ég var út að labba einhvern tíðan og búið að vera erfitt og var að reyna að vera edrú og margir hlutir í gangi sem bara vissi ekki hvernig átt að fara, en ég var byrjaður að öðlast trú, ég var byrjaður að biðja og ég var byrjaður að fara þessa göngu með Jesú og ég man að ég var út að labba og ég man að allt í einu upplifði í fyrsta skipti á ævinni minni að ég var þakkláttur fyrir að það var gott veður úti og trén voru með mér þegar ég var að labba, skilur. Ég horfði á trén eins og ég var tengdur þeim og ég var einhvern veginn svona tengdur. Þetta er bara svona fyrsta uppgötvunin að ég sé ekki aleinn í heiminum, skilur. Og það var fyrsta útgáfan að ég vá. Ég hef alltaf ímyndað mig þannig að Guð heldur á svona fötu af þakklæti. Út af því, þegar maður hvað er þakklæti? Það er bara, ég veit ekki, það er svona örvænting, það er gleði, það er hamingja, það er sorg, það er allar tilfinningarnar vafðar í eina, skiljið. Og svo bara, þegar maður kemst þangað einhvern veginn, maður iðkar þetta þakklæti, maður reynir að vera þakklætur, og maður biður til Guðs að fá þakklæti yfir sig eitthvað, og svo bara þegar maður er búinn að vinna í því, og þá fær maður allt svona fötu á þakklæti, helta yfir sig bara, og maður er bara svona, oh my god, þetta er það sem við verðum að tala um. Er þetta þakklæti sem við verðum að tala um? Og eftir þetta, þá fór ég heim og ég fór að vera þakklátur fyrir skrýtnustu hlutin. Ég fór að vera þakklátur fyrir að vera með þumalputta, skilur. Ég hugsaði bara, vá maður, partið að vera ekki með þumalputta. Ég fór að vera þakklátur fyrir að vera með, bæði augun og ekki bara annað og með heyrn og eitthvað. Þá fer maður að hugsa, skilur, já, við getum verið þakklátur fyrir frekar mikið, sko. Út af því að það er ekkert allir sem eru með heyrn, það er ekkert allir sem eru með sjón, það er ekkert allir sem eru með þumal, skiljið. Þannig að við erum þakklátt. Við ætlum að spila núna lag sem að fjallar einmitt þakklæti. Við ætlum að henda þessu í gang.
How could I express all my gratitude? How could sing these songs as I often do? But every song was there, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. Kom naar zingen dan. All that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king except for the heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king except for the heart singing hallelujah, Come on, my soul, don't you get shy, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, så ens hatt og get it. Come on, my soul, oh, don't you get shy, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Praise the Lord, praise the Lord. Praise the So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king except for the heart singing hallelujah, hallelujah.
þvílík fe. Þvílík nærvera þín, Jesús. Jesús, ég kalla þig. Don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. So get up and praise the Lord. My soul, oh don't you get shy on me, lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Let me not hit you good praise. Heilagi Jesús, heilagi hæsti Jesús, yndislega nærvera þín bjargar okkur öllum, frelsar okkur öll, umvefur okkur í kærleika, lyftir okkur upp, heldur okkur uppi, stappar í okkur stálinu þegar ekkert stál að finna í okkur sjálfum. Þetta hinn heilagi Jesús sem bjargaði mér og hann bjargaði þér líka. Ég veit það. Meira segja þótt þú standir inni og haldir hann hafi ekki bjargaði þér. Það er lygi. Bara veist það ekki að það. Út af að hann elskaði þig. Hann elskaði mig þegar ég vissi ekki eins og hann væri til. Hann elskaði mig þegar ég hataði hann. Hann elskaði mig þegar ég held að hann væri ekki til. Og núna elskar hann mig þegar ég elskar hann tilbaka. Og það er yndislegt. Út af því að þegar maður elskar og maður er farin að treysta, það er kraftaverkið. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. 'Cause I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
kunnið þetta alveg, syngið með. I trust in God, my Savior, the one who will never, he will never fail. Han bregst aldrei. Perfect submission, all is ever. Oh, now the author of tomorrow is ordering my steps. So this is my story, yeah, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord. I sought the Lord. I sought the Lord. 'Cause I trust in God, my Savior, the one who will never
surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, desperate for you. I surrender. Drench my soul's mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me.
Einu sinni var ég ungur og þá gat ég þetta. Svona, þetta er flýtt. Takk fyrir. Góða kvöldið. Það er mikill heiður fyrir mig að fá að vera hérna og tala til ykkar í kvöld. Fyrir ykkur sem vitið ekki hver ég þá veit ég Þráinn Skúlason og við Óli vorum hérna nágrannar í gamla daga og höfum brallað ýmislegt saman í Guðsríkinu. Get ég fengið hérna aðeins ljósin lækkuð svo ég sjái fólkið. Annars held ég að sé enginn í salnum. Já, þetta er fínt, takk. Þetta er flott. Já, eins og ég segi, það er mikill heiður að fá að koma inn og tala til ykkar. Tala til ykkar þann sem að ég elska mest í lífinu. Sem er Jesús Kristur. Sem er Jesús Biblíunar. Og sem er mín fyrirmynd. Og ef við skoðum hvernig get ég verið fyrirmynd annara eða hef ég einhverja fyrirmynd í lífinu? Hef ég einhvern mann í þessu lífi eða konu, einhvern einstakling sem er með fyrirmynd? Og fyrir mig eins og ég sagði þá er það Jesú Kristur fyrir mig. Það er maðurinn Jesú Kristur. Ég vonið miskilji mig ekki, við skulum ekki gleyma einu að Guðsorð, Biblían kennir okkur að Jesús var að fullu maður og hann var að fullu Guð. Ekki miskilja mig, Jesús er Guð og það er ekkert sem fær því breytt. En hann var líka fullu maður þegar hann kom þér á jörðina, gekk á jörðinni vegna þess að Guð sendan, Guð faðir sendan svo ég og þú getum lifað. Hann opnaði leið fyrir okkur inn í himinin með því að koma á jörðina. En til þess þurfti hann að gerast maður að fullu og var Guð að fullu. Og það sem að eitt af því sem að er fyrir mig svo gríðarlega mikil fyrirmynd sem að ég sé í honum er fyrirgefningin. Hvernig hann fyrirgaf og hvernig hann kendi okkur að fyrirgefa. Og hvað hann kendi okkur líka, hvað er mikilvægt að fyrirgefa og geta verið fyrirmynd annara. Og hann meira að segja, þessi maður, Jesús Kristur,
var það bil 30-33 ára gamall þegar hann eldur á krossinn. Og ég hugsa stundum, þessi maður sem hafði aldrei gert neinum neitt, þessi maður sem var góður og bara góður, gerði gott, læknaði, gerði kraftaverk, hvað var hann að hugsa sem maður? Hvað þurfti þessi maður að gangi í gegnum fyrir mig? Hvað þurfti hann að koma að standa frammi fyrir mikilli höfnun? Hvað þurfti hann að standa frammi fyrir miklum líkamlegum kvölum og ekki síður andlegum kvölum sem maður, svo ég geti lifað? Það er ekki nokkur maður sem hefur gengið á þessari jörð eða með nokkur tíma ganga á þessari jörð sem hefur þurft að upplifa annað eins í lífinu. Mér langar að segja aftur, ekki misskilja mig þegar ég segi Jesús sem maður. Jesús er Guð. Nú er ég að tala við ykkur mannlega þáttinn sem hann tók á sig til þess að við mættum lifa. Og ég gleymi því stundum og ég sé það stundum að mér finnst ekki með réttum augum þennan þátt sem hann gekk í gegnum og hvað hann kendi mér og kennir mér sem slíkur. Og hann segir við okkur þegar hann talar fyrirgefninguna, hann kennir okkur í faðirvorinu eins og við báðum hérna fyrir samkomuna, þá segir hann við okkur, biðjum með þessum hættu, og eitt af því sem hann segir okkur að biðja er fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum voru skuldunautum. Og þetta þýðir, Guð fyrirgefðu mér eins og ég fyrirgef öðrum. Ekki fyrirgefum með neitt annað og ekki fyrirgefum á neitt annan hátt. Ég er að biðja það með því að biðja svona eins og Jesús kendi mér að biðja. Ég er að biðja, Guð fyrirgefðu mér eins og ég fyrirgef öðrum. Þannig ég er raun og vera að biðja ef ég fyrirgef ekki öðrum, Guð ekki fyrirgefa mér. Það er það sem þetta þýðir í raun og veru. Og þegar ég skildi það þá brá mér alveg rosalega hvað þetta þýðir í raun. En ég ætla ekki að kenna fyrirgefningun eingöngu hér í kvöld vegna þess að það er svo mikil og viðfemm kennsla, það er ekki tími til þess í kvöld að fara í það. Heldur ætla ég að tala við ykkur fyrirmyndina. Og þegar Jesús fer á krossinn, munum eitt, það var enginn sem drap Jesú. Það var enginn sem tók hans líf. Jesús var ekki drepinn. Hann gaf sitt líf. Hann gaf sitt líf. Það var enginn sem tók það. Og við sjáum það á því að þeir brutu ekki fæturnar á honum í lokin, heldur dó hann sjálfur áður en þeir brutu fæturnar, sem hefur ákveðna merkingu í krossfestingunni, við ætlum ekki að fara í það, en bara sem dæmi það, hvernig hann gaf sitt líf. En undir þessum kringumstæðum, þegar að þessi maður hangir á krossinu, eftir að hafa verið píndur í langan tíma, og ég er alveg viss að hann hefur ekki sofið neitt 24 tíma áður en hann var eldur á krossið. Ég veit að ef ég sef ekki þá er ég mjög geðillur, sko. Þannig ekki koma heim til mín ef ég hef ekki sofið mikið. En þessi maður segir á krossinum, þegar þeir eru að hæðast af honum, þeir sem voru búin að vera pínan og þóttust vera að drepa hann, eða heldur vera að drepa hann, að þá segir hann, Faðir, fyrirgefðu þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir eru að gera. Og ekki bara það, heldur beggja vegna við hann á krossi hanga fyrir ræningjar sem er að hæðast á hann, gera grín á hann. Maðurinn er að deyja, en þeir eru bara að gera grín á hann. Nei, því miður. Að ég skal reyna mitt besta að þegar hann gerir þetta, er þarna og er verið að hæða hann, að þá loksins þegar annar þeirra átta sig á því að hver hann er, og þá biður hann að fyrirgefa sér. Viltu muna eftir mér í dag? Og Jesús réttir út hendina. Ja, hann réttir ekki út hendina. Í óeiginlegri merkingu. Þá réttir Jesús út hendina til hans
og segir við hann, í dag mun þú vera með mér í paradís. Eftir allt þetta. Þetta er minn Jesús. Þetta er Jesús biblíunar. Þetta er mín fyrirmynd. Þetta er sá sem að ég vil reyna að líka eftir. Og á sama tíma þá koma þeir og bjóða honum vín. Og þeir bjóða honum í raun og veru biturt vín. Hann smakkar, finnur það biturt og vill það ekki. Þannig undir öllum þessu kringumstæðum þá hafnar Jesús biturleikanum. Honum er boðið að vera bitur. Þess vegna bjóða honum biturt vín. Þeir bjóða honum að vera bitur, að meðtaka biturleikan. Hann segir nei takk. Þrátt fyrir allt þetta, þá ætti ég ekki að vera bitur. Þess vegna hafnaði þessu víni. Hversu oft höfum við ekki standið fram fyrir ykkur í lífinu, þar sem við höfum verið komið illa fram með okkur, verið brotið á okkur og við höfum alla ástæðu til að vera bitur. Og maður verður bitur. Er það ekki? En það kann aldrei góður lukka stýra og það er ekki það sem við eigum í raun og veru að gera. Það er svona svipað og éta eitur og vonast til að næstum öðru en degi, sko. Það er það sem það hefur í för með sér. Skapar ekki nema vanlíðan og ömurlegheit í lífinu að vera dröslast með biturleika, ófyrirgefningu, jafnvel hatur, beiskju út í náungan. Einhver gerði mér eitthvað tímann. Hvað má Jesús á segja að fullu maður? En eins og ég segi, hann er mín fyrirmynd þegar kemur að þessu og þetta er sá Jesús sem er enn þann dag í dag að teygja tendina sína. Amen. Og bjóða þeir að koma. Ég get sagt við sjálfa mig, jú, ég trúi á Jesú Krist. Já, en það gerir djöfullin líka. Djöfullin trúir líka að Jesús er Kristur. Djöfullin trúir líka að Jesús er svona Guðs. En fylgi ég honum? Hef ég gefið honum hjarta mitt? Hef ég beðið hann að fyrirgefa mér mína syndir eins og hann kennir mér að fyrirgefa öðrum? Það er eitt að trúa því að Jesús sé Guð. Það er annað að vera hans og fylgja honum. Þetta er tvennt ólíkt. Ég get sagt með munnunum Jesús er drottinn, en ég þarf líka að trúa í hjarta mínu og fylgja honum. Amen. Vegna þess að það veit enginn hvenar minn tími kemur, hvorki ég ni þú veitum hvenar okkar tími kemur. Og það er öllum hollt að spyrja sjálfan sig, nú er ég að predika til sjálfsmíns líka, ef ég degi í dag, er ég tilbúin að mæta Guði? Er ég tilbúin að standa fyrir framan hann og mæta honum? Og hann segir í Opinberunarbókinni, í kafla 3, versi 20, þar segir hann þetta, ég stend við dyrnar og kný á, ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrum mínum, mun ég fara inn til hans og neita kvöldverða með honum og hann með mér. Þetta er einn stæðsti munurinn á kristnidómi og öðrum trúarbrögðum. Guð er að leita þér. Í öllum öðrum trúarbrögðum ert þú að leita Guði. Þetta er einu trúarbrögðin, kristnidómur, þar sem að Guð dó og reis upp frá dauðum. Ekki í neinum öðrum trúarbrögðum er það þannig. Og hann lifir í dag og mun koma aftur. Og þessi Jesús biblíunar, bankar á hjartað þitt. Því þessar dyr sem hann talar hér eru í þínu hjarta og það er bara einn húnn á þessum dyrum og hann er innanverð og það er enginn sem getur að opna þessar dyr nema þú. Það er útilokað. Það er enginn sem getur að opna þessar dyr nema þú. Þannig að þú getur ekki trúað vegna þess að annar segir þér að gera það. Þessar dyr, þessi staður sem þessar dyr opna í þínu hjarta,
er staður sem að Guð skapaði fyrir sjálfan sig þegar hann bjóði til. Og það er enginn sem getur fyllt þennan stað nema hann sjálfur. Það er ekkert sem getur fyllt þennan stað. Ekki 100 tómmi sjónvarp, ekki 3 bílar, ekki 4 ferðir til sólarlanda á ári, eða 2 milljónir í laun eða hvað. Það er ekkert sem getur fyllt þetta. Það er alltaf tómt nema Jesú Kristur. Það er eins og að segja á enskunni, been there, done that. Ég hef upplifað það sjálfur. Og þessi Jesús, hann vill koma inn í þitt hjarta í kvöld ef þú hefur ekki opnað dyrnar nú þegar fyrir honum inn í þitt hjarta. Þannig að ef að þú ert hér núna, nú ætlum ég aðeins að gera smá hlé, ég átti að tala svolítið meira, en samt langar mig að stoppa hérna aðeins og spyrja þig, ef að þú ert hér í kvöld sem hefur ekki tekið á móti þessum Jesú sem ég er að tala með þeim hætti sem ég er að tala sem ekki hefur opnað hjartað fyrir Jesú biblíunar, þá langar mig að bjóða þér að gera það núna. Og ef þú vilt opna hjartað og taka við honum þessum hætti sem ég er að tala núna, þá langar mig að bjóða þér að reita upp hendina eða standa upp og mér langar að biðja með þér. Er einhver hérna inni sem að myndi vilja opna hjarta sitt fyrir Jesú Kristi kvöld með þessum hætti? Það þarf hugur ekki, ég veit það. Já, einhverju fleiri? Einhverju fleiri? Má ég biðja að standa upp, bróðir? Hugur ekki maður. Hugur ekki maður. Já. Við langar að biðja með þér. Óli Haukur stendur fyrir aftan þig og hann ætlar að leggja hendur á axlirnar á þig ef það er í lagi, meðan við biðjum saman. Og mér langar að biðja alla í salnum að biðja með okkur fyrir þessum manni. Og mér langar að segja smá bæn, fara með smá bæn. Við skulum tala við Jesú í sammenningu. Við langar að segja nokkur og biðja bara hafa eftir mér fyrir segja þeim. Er það í lagi? Já. Ok. Þá skulum við segja, kæri Jesús, ég þakka þér fyrir að þú dóst á krossinu fyrir mig. Og ég biðja að fyrirgefa mér alla mína syndir. Ég biðja núna að ég hef opnað dyrnar á hjarta minn, ég biðja að koma inn í hjarta mitt núna. Og ég þakka þér fyrir að núna er ég þitt barn. Jesús, vertu drottinn í mínu lífi. Og leiddu mig, drottinn minn, í Jesú nafni. Amen. Hvað heitir þú, bróðir? Ég heiti Karl Emil Karlsson. Karl Emil, Guð hefur skapað með alveg einstaklega fallegt hjarta. Með alveg einstaklega fallegt hjarta sem þú ert með. Þú hefur verið misskilið mikið í lífinu og hefur ekki allir séð þig fyrir hver þú ert. Þú hefur líka eiginleika að sjá það góða í fólki og draga fram það góða í fólkinu. Og Guð hefur sett inn í þig, það er köllurinn við lífiðinu í raun og veru. Og Guð hefur sett inn í þig hluti, inn í þig, ég sá inn í þig bækur sem er eftir að koma út, við þér, sem hann hefur sett inn í þig. Og hann mun gefa þér það sem þú þarf til að skrifa þegar svo tími kemur. Ég blessa þig í Jesú nafni. Og svo tími mun koma, þú mun fá, Guð mun tala til þín í draumum og hann mun tala til þín í sínum. En þú ert mjög næmur einstaklingur. Já, ég var ekki báðum. Nei. Kom hann eins og þjófur að nósi til. Ætti að vera dópsal, ætti að sjöfa. Já, En hann kom. já. En það eru allir, hann yfirgefur hérna 99 til að koma og finna þennan eina. Amen. Þakka þér kærlega. Þakkaðu honum. Blessi þig, bróðir. Takk Jesú. Takk, Jesús. En þessi Jesús, eins og við erum að tala þetta er yndislegt. Þetta er stærsta kraftaverki í lífinu þegar einhver frelsast og tekur Jesú Kristi. Veistu það er maður í biblíunni sem heitir Jakob, sem Biblían talar um. Jakob
sem seinna var Ísrael, var sonur Ísaks og Jakob var tvíburi. Þessi Jakob, tvíburabróðir hans, hét Esau. Og samkvæmt reglunum eða hefðinni að sá sem að fæðist fyrstur, hann erfir pappan. Og það var Esau sem fæddist fyrstur. Þannig að hann átti erfðaréttin. En Jakob, því hafði verið spáð að sá eldri myndi þjóna hinum yngri. Og Jakob í raun og veru sveik bróður sinn og pappa sinn og náði af honum erfðaréttinum. Hann, pappa sinn að blessa sig af því hann sagði honum að hann væri í raun og veru Esau, Jakob. Og pappa hans var orðin sjóndabur, Ísak var orðin sjóndabur og hérna hann setti svona gæruð eitthvað á hendina á sér og pappa hans kom við hendina á og hélt að væri himbróðið því hann var svo lúðan á höndunum. Þannig fekk hann blessunina og rændi raun og veru erfðaréttinum. Þannig að hann hafði gert mjög slæma hluti á hendur bróður sínum og pappa sínum í raun og veru líka. Og honum var svo mikið að síðan fer Jakob og stingur af og strýkur til frænda síns þar sem hann í nokkur ár. Eignastar konur og börn, stóra fjölskyldu og síðan kemur sá tími að hann segir, Jakob segir, nú ætla ég að fara til bróður minns. Ég ætla að fara og ég þarf að fara í gegnum land bróður minns, Esau, og ég verð að bara feysa hann, horfast í augu við hann. Og það sem þessi Jakob gerir, hann fer með alla sína fjölskyldu, fullt af fólki og eftir honum, með honum, fullt af krökkum. Hann átti fullt af strákum og eina stelpu og hérna allskyns þjóna og ambáttir, fullt af dýrum. Hann var bóndi, eins og við köllum það í dag. Og hérna, þegar hann kemur, þar sem að landi bróður síns, þá stoppar hann við á, sér bróður sín koma með fullt af sínu liði og verður smeykur. Og hann tekur alla fjölskyldu og setur fyrir aftan sig. Og yngsta soninn, sem heitir Jósef, sett hann aftast í fjölskyldunni sem stóð fyrir aftan hann. Og síðan fer þessi Jakob, hann lappar út í ána, mætir bróður sínum á miðri leið og hann krýpur 7 sinnum fyrir framan bróður sinn og biður að fyrirgefa sér. Biður að fyrirgefa sér allt sem er gert. Og það sem að bróðir hans gerir, hann kemur og tekur utan mann og fyrirgefur honum. Það segir hér í 1. Mósebók, í kafla 33, versi 34, sjálfur gekk hann á undan þeim, hann beygði sig 7 sinnum til jarðar hann gekk til móts við bróður sinn. Esau hljóp á móti honum og faðmaði hann, lagði hendur háls honum og kyssti hann og þeir grétu. Þarna stendur Jósef, yngsti sonurinn, og horfir á pappa sinn gera þetta. Þvílík fyrirmynd fyrir ungan mann Jósef að horfa á pappa sinn, niðurlægja sjálfa sig í raun og veru svona og biðja fyrirgefningu og iðrast. Sem að síðan gerist að Jósef tekinn af bræðrum sínum, við þekkjum þessa sögu kannski flest okkar, hann tekinn af bræðrum sínum að þeir öfunduðu hann, þeir hendu honum í gryfju, ætluðu í raun og veru að drepa hann, selja hann í þrældóm, hann tekið sér þræll og hann fer í Egyptaland, það settur í fangelsi að því að það var kona sem ásakaði um nauðgun og allt þetta og hann fer í fangelsi, þar í talsverðan tíma, þangað til hann leystur úr fangelsi og ræður draum sem Faraó dreymdi. Þannig að Faraó gerir hann að næst æðsta manninum í landinu, í Egyptalandi. Þetta var svona eins stutt saga og hægt lífið hans Jósef. En þegar að faðir hans deyr, eða það bil að deyja, þá eru bræður hans, þeir viti ekki ennþá hver hann þeir eru farið til hans og verið reynt að kaupa korn vegna þess að það var hungursneyð í landinu. Og það segir hitt í 1. Mósebók 50, kafla 50 líka, 16-18. Þess vegna sendu þeir Jósef eftirfarandi skilaboð. Áður en faðirinn dó bað hann okkur að segja við þig, fyrirgefðu bræðrum þínum misgjörð þeirra og synd, það illa sem þeir gerðu þér. Þess vegna biðjum við þig að fyrirgefa þjónum þessa Guðs, sem faðir þín dýrkaði, þá synd sem við höfum dríkt. Við þessu orð brast Jósef í grát
og hann fyrirgefur bræðrum sínum vegna þess að fyrirmyndin í hans lífi, faðir hans, hafði gert það sama fyrir framan hann og hann hafði séð það gert og hann hafði séð ávöxtun af því og hann elskaði bræður sínar. Og það sem að Jósef segir við þá í versi 19 til 21, en Jósef sagði við þá, þeir voru náttúrulega skítrætti bræður og hann myndi bara drepa þá, sko. Hann segir, óttast ekki því að ekki kem ég í Guðs stað. Þið ætluðu að gera mér illt en Guð sneri því til góðs. Hann vildi gera það sem nú er orðið og þannig varðveitt líf margra manna. Verið því óhræddir og ég skal annast ykkur og börn ykkar, síðan hughreysti hann þá og talaði vingjarnlega til þeirra. Langar að lesa stuttan kafla út af þessu aftur. Þið ætluðu að gera mér illt en Guð sneri því til góðs. Hann vildi gera það sem nú er orðið. Hann vildi gera það sem nú er orðið. Guð vildi að þetta yrði svona. Amen. Halleluja. Þannig ef að Jósef hugsar þetta svona, það Guð vildi að Jósef myndi gangi gegnum allt þetta. Það var vilji Guðs til þess að margir mættu lifa. Það var fullt af fólki sem hélt lífi í hungursneyðinni sem í Egyptalandi og í kring af því að Guð lét Jósef gangi gegnum þetta. Þeir héldu bræðurnir að þeir hefðu gert þetta en ekki að þetta hefði verið viljaverk Guðs. Þeir héldu það. En hversu oft í lífinu göngum við ekki gegnum hluti sem við skiljum ekki? Akkurru Guð, akkurru. Akkurru þarf ég að gangi gegnum þetta, akkurru gengi ég gegnum þetta, akkurru þetta gerast í mínu lífi. Akkurru svarar ekki bænum mínum, akkurru verða hlutinir ekki eins og ég vil að þið verði. Eða ég myndi vilja að þið verði að því þetta er svo sárt sem er að gangi gegnum á margan hátt. En stundum er það einfaldlega það að eins og segir í Sálmi 105, sendi hann mann á undan þeim, Jósef var seldur sem þræll, þeir særðu fætur hans með fjötrum, settu háls hans í járn, þar til orð hans rættust og orð drottins sönnuðu mál hans. Í ensku þýðingunni, NLT, þar segir í versi 19, until the time came to fulfill his dreams, the Lord tested Joseph's character. He tested Joseph's character. Hann raun og veru lét reyna á karakter Jósef í öllu þessu. Þess vegna gekk Jósef í gegnum þetta. Af því að Guð fyrir hann er miklu mikilvægari karakterinn minn heldur nokkuð tímann gjafirnar. Guð hefur miklu meiri áhuga á mínum karakter heldur en gjöfunum. Stundum leyfir hann að við göngum í gegnum erfiðleika. Hvað þurfti Jesús að ganga í gegnum? Til þess að móta okkur. Til þess að byggja upp okkar karakter. Í einu sinni bað ég bæn sem ég sá eftir lengi vel að ég hafi beðið. Ég sagði, Guð sýndi mig hjarta mitt. Ég hélt ég væri rosalega heilagur. Guð sýndi mig hjarta mitt. Og hann gerði það. Ég vildi ég hef aldrei beðið þessa bæn. En hann leyfir okkur að ganga í gegnum hluti stundum, setur hann jafnvel þannig upp að við þurfum að ganga í gegnum hluti sem eru mjög erfiðir til þess að móta karakterinn. Alls ekki alltaf, ekki misskilja, ég er ekki að segja sér alltaf þannig hjá okkur, en mjög oft er það þannig. Þannig hvernig ætla ég að taka því þegar ég stend frammi fyrir erfiðleikum í lífinu? Hvernig ætla ég að takast á við það? Það er ekki það að ég lendi í því, heldur hvernig bregst ég við því sem að skiptir máli. Hvernig ætla ég að gera? Ætla ég að vera bitur? Ætla ég ekki að fyrirgefa? Ætla ég að dröslast með þetta á bakinu? Lengi og kenna öllum öðrum eins og ég ger oft, heldur en mér sjálfum. Hvað er Guð að gera? Hann er að byggja minn karakter oft á tíðum. Er ég tilbúin að faðma það, taka því og láta það byggja mig upp og láta það styrkja mig. Þannig að Guð geti tekið mig lengra og nota mig meira til að hjálpa fólki. Hvað ætla ég að gera? Hvernig ætla ég að taka því? Þannig að mörg okkar
þeir sé okkar á við mig líka sjálfsögðu, við erum að dröslast með hluti sem við erum ekki tilbúin að láta sleppa. Af því ég er bitur. Já, en veistu hvað hann gerði? Já, en veistu hvað hann sagði? Við reynum alltaf að réttlæta biturleikann. Við reynum alltaf að réttlæta fyrirgef ekki. Það að fyrirgef ekki, það að fyrirgefa og sleppa biturleikanum, það þýðir ekki þessi sammála því sem gert var eða sagt var. Alls ekki. Það er allt annar hlutur. Þannig í kvöld langar mig að skora á okkur, öll sem eitt. Komum að krossinum og leggjum þessa hluti við kross Jesú Krist. Öll þið, öll við, ef það er einhver hérna inni, sem skilur það sem ég er að segja þegar kemur að því að við erum að hanga á einhver sem ættum ekki að vera að hanga á. Og þar leið erum við að stoppa að við getum vaxið meir í Guði og þjóna honum betur. Sleppum því, leggjum þeim við kross Jesú Krist í kvöld. Amen. Amen. Ef að þetta á við þig, einhvern tjendinni, annan mig, ekki bara mig, heldur líka einhvern annan. þá langar mig að bjóða þér að standa upp núna. Mér langar þér að bjóða þér að koma þetta fram með þessa hluti, leggja þá hér að krossi Krist með táknrænum hætti, leggja þá, snertu bara sviðið, legðu þetta hér á sviðið og labbaði í burtu frá þessu. Ef það er eitthvað sem að þér finnst þú vera að bera í hjartæðinu sem þú vilt ekki bera lengur, sem þú vilt leggja við kross Jesú Krist, engan biturleika, ég vil það ekki lengur, með táknrænum hætti langar mig að bjóða þér að standa upp, koma, leggja það hér. Þú ræður því að skamt. Þú mátt það, þú vilt. Þú þarft þess ekki. Það er engin skylda. Hann þekkir hjartað þitt. Hann sér hjartað þitt. Já. Amen. Mér langar líka að biðja fyrirbiðendunar að koma upp og biðja fyrir fólki í Jesú nafni. Við skulum dvelja bara núna í nærveru heilagsanda. Við skulum leyfa honum að þjóna inn í líf okkar. Leyfum honum að þjóna inn í líf okkar. Ef það er eitthvað sem að þú vilt fá fyrirbæn fyrir, annað það sem ég er búin að vera að tala um í kvöld, þá langar við líka að bjóða þér að koma upp og fá fyrirbæn. Það er hér fólk sem eru fyrirbiðendur sem að mun biðja fyrir fólki sem kemur upp. Ef þú ert hérna á nýstíðinu upp á veikindum, það er fólk hérna sem búið að vera veikt og hefur að glíma við veikindi. Sum ykkar hafa ekki náð ykkur upp úr í ennþá, önnur ykkar eru nýstíðinu upp úr því. Guð ætlar að leysa ykkur í kvöld. Sum ykkar hafa verið að glíma við illa anda sem hafa verið að halda aftur af ykkur og halda ykkur niðri. Í Jesú nafni, þá kem ég gegn hverjum einasta illa anda hér í kvöld, í nafni Jesú Krist. Og ég brýt hann af ykkur í Jesú nafni og ég skipa þeim að fara núna í Jesú nafni. Fyrir það kraft sem mér er gefið í nafninu Jesú Kristur og í krafti blóðs Jesú Krist, að skipa ég sér hverjum anda sem ekki er að Guði að fara í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Og ef þið vantar fyrirbæn fyrir lækningu eða hverju sem er, bjóð svo vel, komdu upp. Og það er fólk hérna til að biðja fyrir þér.